Góðan daginn, ágætu áhorfundur og hlustendur og gleðilegt ár, nýtt ár. Það er að renna upp og hið gamla horfið í aldana skaut kemur ekki aftur. Ég neitta því í raun og veru sem að við höfum upplifað á því ári því að það má segja það hafi horfið með okkur en annað hvernig við vinnum úr málunum. 2020 er óskrifað, 2019 fullskrifað og engu við þar bætt. Við skiluðum á okkur hverjum degi í því ári eins og við unnum til. Mörg á okkur auðvitað reyndum að vanda til verka og gekk mörgum ábyggilega mjög vel með það. En núna sem sagt er fyrstu dagurinn í ári og síðan sem við fengum óskrifuð. Og við byrjum á deginum í dag að skrifa hvernig það ár muni verða og það gerum við með verkum okkar, orðum okkar, hegðun okkar, breytn okkar og öllu hinu sem við gerum. Og trúin okkar, hún er enn uppi. Hún ætlar ekkert að stoppa við árið 2020. Heldur ætlar hún að halda áfram að vera virkt afl í lífi okkar og vegna þess að við erum á þeim staðum þá að vilja að svo sé. Hvort okkur takist að spá fyrir ókomna atburði þessa árs, frekar en okkur tókst það fyrir síðasta ár, veit ég ekki. En ég hygg að menn og konur muni jafnvel leggja höfuð í bleyti og reyna að komast að því hvað þá muni gerast. En þó hygg ég að allir hafi nú það mikla skynsemd að þeir gerir sér nú ekki alveg grein fyrir því að það sé nú gerlegt verk, en samt við erum áræðið fólk og látum vaða þó óvissan sé allmikil. Og Guðsmaður og Guðskona reikna ég nú með að vilji vera þeim megin línu að velta fyrir sér nýju ári. Hvort þar hafi allt staðist sem að sagt var, veit ég ekki, því ég man nú í raun og veru ekkert eftir neinu sem að spáð var og man ekki heldur eftir því hvort það kom fram, eða nú kannski bara mitt kærleys, eða svo má segja. En þetta er eitt af því sem að við menn gerum. Og í sjálfu sér er ekkert þennan sið að segja nema gott því að það er allt í lagi að velta fyrir sér því sem er framundan. Það er bara partur af lífinu og partur af því að vera manneskja, að vilja það. En við gerum okkur grein fyrir því að við vitum aðeins bara þetta andartak og nýtt ár í sjálfu sér breytir engu það að svo sé. Og svona strangt til tekið, kæru vinir, þá er ég ekkert viss það að við myndum endilega kæra okkur svo mjög það að vita of mikið það sem er komandi. Er ekki bara ágætt að hafa þetta eins og þetta hefur verið og vita bara að maður er hér, vita hvað maður er að sýsla við og starfa við og láta það svo bara duga. Ég kann ekki illa við það og ég kannski nú ekki manneskjan sem er upptekin við það að horfa í einhverja spádóma, en Biblían talar spádóma og það er náttúrulega þetta allt sem við þurfum að vita. Við vitum að þeir tímar eru ekki enn uppi að Drottinn stígi niður til jarðarinnar eftir að reisu upp. En það er eitt spádómur sem að Biblían skilur eftir hand okkur og trúin í hjarta mínu staðfestir að sé. Er ég að bíða eftir þessu? Ég er auðvitað að bíða eftir þessu bara eins og hver annar kristinn maður, en ég er ekkert upptekinn við þessa hugsun, vitandi sem er, samkvæmt orði Guðs, að ég ræð hvort ég er engu hvernig þau mál eru. Ég hvenær þetta gerist,
En ég eins og þú sem kristinn maður má trúa því að einn daginn gerist þetta. En Drottinn talar að þessi tímar komi að undan gengnum alls konar áföllum á segja sem yfir þessa jörð gengur. Alls konar upplaupum og vitleysu sem í gangi verður áður. Þannig að við fáum svo litla nasasjón á því hvernig þetta og hvað mun gerast og hvernig, og við sjáum svona ykkur að segja, og ég held að þurfi ekki að fara mörgum orðum það, ýmis tákn á þessari leið. Við sjáum bara hvernig fólk, bara allt venjulegt fólk að afrækja Krist meira. Við sjáum að alls konar skoðanir eru uppi og gildi sem að hinga til og eru talin góð og gild eru öll að fjara, það er að fjara undan þessu öllu og upp að rísa einhver viska sem að ekki viska heldur eitthvað annað, og viskan sjálf, reynslan öll að svona á undanhaldi og hitt að koma upp í staðinn sem ekki reynsla heldur bara getgátur eitthvað sem að mig langar til að gera en ég veit ekkit neina rafleiðingar af og hef ekki einu sinni þroska kannski til þess að sjá þær, því að reynsla mín takmörkuð, eins og var þegar ég var barn og þá var reynsla mín takmörkuð, en nú hún meiri og þannig það líka hjá þér. Þannig þetta eitt af því sem að gerast í dag, það einmitt þetta að það að rísa upp öfl sem að hafa í raun og veru ekki reynslu niður við til þess að meta sumt sem eins og bara reynslan með tímanum gerir. Þetta náttúrulega fyrir suma að heyra, náttúrulega ekkert gaman að heyra og jafnvel getur þér brugðist ókvæða við, en þetta bara það sem svona lífið. Við þurfum einfaldlega að vita skil á sumu til þess að geta metið rétt og rangt, og það gerist bara með árunum að baki og því að vera þáttakandi í lífinu. Ég veit ekki með þetta ár, kannski verður þetta ár merkt því að við svona skrúum svolítið tilbaka og komumstum á þann stað þar sem þessi gömlu góðu gildi voru metin meira en núna. Kannski komumstu að því, við komumst náttúrulega á því seinna allavega, þegar Drottinn kemur þá náttúrulega afnemur hann allt þetta og segir bara, ég gjörðu þið svo vel og nú byrjum við. Hann tekur upp þráðinn bara og svo byrjar hann, ekki samkvæmt mínu vilja, ekki samkvæmt skipulagi því sem í dag, heldur eftir sínu vilja, og þennan vilja höfum við allan í orði Guðs. Hve mörg á okkur þekkjum haus og sporð á orði Guðs, og akkur það af einni ástæðu, við erum ekki að kynna okkur orð Guðs. Þetta eitt af því sem hefur svona verið á faraldsfæti úr okkar ágæta heimi, og við erum að sjá æ meiri afleiðingar af því að svo vegna þess að við erum að sjá meira af ilsku grassera, hatri grassera, ófyrirgefningu grassera, og þetta heimurinn í dag. Hvort sem okkur líkar það betur að þá erum við að horfa framan í þetta á hverjum einasta degi. Öll þessi óánægja og öll þessi ógleði og vansæld í fólki hefur sér rætur. Hún hefur rætur í því að ýmislegt sem við teljum vera gott og allir svona bakvið allt vita að gott, ekki lengur það sem við líðið, sem ekki lengur miða við. Og allt svoleiðis getur ekkert annað en haft afleiðingar. Og því miður slæmar afleiðingar, að ég tala nú ekki það sem að orð Guðs segir, en við erum ekkert að fara eftir. Það hefur alltaf slæmar afleiðingar. En Drottinn tekur ekki þetta af okkur, veist af hverju? Því hann gaf mér, segðu það með mér, hann gaf mér frjálsan vilja. Hann gaf mér vilja til þess að velja sjálfum hvað ég vilji. Og þetta ég vil ekki segja að þetta sé vandi. Þetta auðvitað stór gjöf frá Guði og sem við þökkum fyrir, en við þurfum til þess að virkja þetta rétt að vera undir því afli sem segir okkur sannleikann. Og við höfum þetta afl, það heitir Biblían.
það er orð Guðs, og hann setti punkt aftan við síðasta staf í orði Guðs, orði sínu, og segir: við þessu verður ekki hróflað aldur og ævi. Sem auðvitað undirstrikkur þess líka að þetta sem að þar þarf ekki að bæta neinu við. Þannig við sjáum að við getum alveg treyst. Annað mál hvort við treystum. Það eitt af því sem vandi í dag, að mörg af okkur treystum eiginlega ekki nokkur sköpuðum hlut. Og kannski ekki einu sinni sjálfum okkur til þess að gera eitt og annað. Þannig að vantrausti það út allt. En við höfum Biblíuna, og það ennþá til fólk, menn og konur, sem vilja að henni sé hampað. Og hér verið að hampa orði Guðs á 9 ári, af því að þetta ár ekkit undan því að Drottinn vill komast að, hann vill vera áfram bara það sem hann hefur verið, og mun verða áfram það sem hann hefur verið hjá mörgum af okkur, sumir kannski heltast úr lestinni, en það mun alltaf bætast einhverju við, og þannig hefur þetta verið allar götur. Kynslóðarnar hafa komið inn og menn verið lengi, en jafnvel helst úr lestinni, þó maður svo sem get ekki svona sagt neinar tölur það, en við vitum að fólk að koma inn, fólk að leita eftir einhverju öðru lífi. Það búið að sjá margt hvert hégóman sem heimurinn og þessi verk heimsins, hverslega hégómið þetta og sumir sjá að hluti vandans að við erum að vanrækja þessi góðu gildi sem uppi voru í mannlegu samfélagi. Og við erum að sjá alls konar afleiðingar af því, en þó ekki séu við öll kannski á þeim stað að tengja þetta tvennt saman, afrækslu góðra gilda og þess sem uppi hér og nú. En það alveg greinilega samtenging þarna á milli, vegna þess að Drottinn setti þetta niður í lífið, og það sem hann setur inn í lífið, en við erum að slugsast með og afrækja og jafnvel búin að snúa baki í því, mun alltaf hafa afleiðingar, eins og allt sem Guð segir, sem að ætlar okkur að fara eftir. Auðvitað stóra og stærsta og alvarlegasta málið í því máli þegar Adam og Eva játuðust Satani, ef svo má segja. Þá kom syndin inn og þá byrjaði sá dans, og hann ennþá í gangi. Og við erum að sjá afleiðinguna af þeim dansi á hverjum einasta degi sem við fáum að vakna í. Þar hann. Þar þessar afleiðingar. Og þær eru ennþá jafn miklar og var þegar hann var uppi, því að þetta byrjaði strax. Illskan bara kom inn í öllu því sem hún í dag. Þannig að hún hefur ekkert vaxið, hún hefur alltaf verið þessi svona mikil eins og hún eins og náttúrulega fylltist jörðin af fólki, þá verður hún betur sýnileg með öllu þessum grúa sem En fáum núna einhverja millilendingu og svo höldum við áfram þessu spjall okkar. Já, vinir, gleðilegt ár, endurtökum það og við erum búinir að millilenda og komin á flug aftur og millilendingin var bara nokkuð góð, varst okkur það ekki? Segjum það bara. En það komið nýtt ár, 2020, nú manst það þegar þú skrifar dagsetninguna árið, það 2020 núna, ekki 2019, og við kvöddum gamla árið yndislega, sem bæði hefur með sér
góðar minningar og aðrar kannski ekki alveg eins góðar, og við sem höfum þroskan til vinnum í því að bara þurrka þær út, þær þurfum ekkert að vera með, en skiljum allar hinar eftir, og við það safnast í þann sarp, því öll erum við á leiðinni til framtíðar, en við viljum ekki vera að drattast með þetta ónýta drasl sem allt og margir gera. Þeir eru að jafnvel að minna sig á margra áratuga gömul atvik sem gerðust, og þessi margra áratuga gömlu atvik eru enn í upplifuninni hræðileg. Þannig að sjáum við nú hvernig maðurinn er gerður, að í honum er minni sem við ráðum nokkru það hef ég séð og það hef ég reynt, ráðum nokkru hvað verður eftir. Ég hef svo sem oft talað það og held því áfram, að ég hef nú reynt að toga upp og halda við þessum góðu minningum, því að ég á fullt til af þeim, en ég gæti verið með allar innar uppi ef ég vildi það. Þannig að valið í mínu tilviki er að vera með þær áfram inni, en hinar slæmu úti. Og þetta er svona gjöf sem Drottinn hefur gefið mér, og þó að sé komið nýtt ár, og þá ætla ég ekkert að breyta þessu neitt, því að við þurfum ekkert að breyta því sem er gott eða það. En við hins vegar reynum að breyta því og ættum að vilja breyta því sem var ekki alveg nógu gott, og það er þarna líka. Þannig að við getum alveg svona ítt á þessa hnappa og virkjað þessar stöðvar sem að allt þetta er í, og þetta er nýtt ár og sömu stígur stokk svo kallaðan, og kannski verður einhversi stígur stokk og segir: gömlum vondum minningum stríð á hendur. Ég held að það sé nú bara nokkuð hugguleg lending fyrir viðkomandi að gera. En við þurfum að fá ítingu á þetta eins og allt annað sem við erum að gera, og hún er til staðar, en okkar kannski að svona haldinni svolítið á lofti og taka við henni, sem er svona allur gangur á hvort við gerum og hvort við gerum það ekki. En þetta er leiðin inn á það svæði að afnema þessar slæmu minningar, því að ég spyr bæði sjálfa mig og aðra hvaða vit er í því að vera með minningu, 50 ára gamla minningu, eins og hún sé bara gerast hér og nú. En sumir eru með þetta svo sterkt í grift í sitt minni að þetta er raunveruleiki fyrir stóran hóp af mönnum og konum. Af hverju? Ég segi bara og spyr, hver skilur þetta mannshjarta? Af hverju? Ég held að sé ekki til neitt svar við því, nema að okkur gengur mjög erfiðlega að fyrirgefa. Það er svona hluti af þessu vanda, að okkur gengur mjög erfiðlega að fyrirgefa, og hvað sem menn segja fyrirgefninguna, þá er þetta staðreind að hún er mikilvæg hvort sem er fyrir mig eða þig. Fyrirgefning er ekkert mynd upp á einhverja viðurkenning á því sem gerðist, það bara ekkert verið að tala það. Það er verið að tala þig sem einstakling sem með fyrirgefningunum færð frið þín megin, og það skiptir öllu máli fyrir þig. Eins er það fyrir mig þegar ég fyrirgef, að það skiptir máli fyrir mig, og skiptir máli fyrir viðkomandi líka hinn, því hann sér að þú ert komin með allt þetta máli kyrð þín megin, og það geti orðið til þess að hann vilji fara að fá kyrð sín megin líka, og það gerist í gegnum þetta afl sem heitir fyrirgefning, og trúin er mjög upptekin við að benda okkur á, og það er náttúrulega alveg augljósam ástæðan sem það er, því að trúin vill gefa okkur betra líf en við höfum hingað til lifað.
það er bara í eðli trúarinnar að afgreiða mál með þeim hætti, og trúin er, eins og við höfum oft talað fyrir daginn í dag, hún er núna, og þú ert núna og ég er núna, við erum núna, og getur því gert fullt af hlutum sem að, já, vegna þess að við erum núna. En við erum frestunargjörn og við viljum fresta þessu hinnu, en sumu ættu við ekki að vilja fresta. Til dæmis það að ganga í það verk að fyrirgefa. Kannski verður þetta hvatningin helst á þessu ári 2020 að við göngum í það verk að, já, að sinna fyrirgefningunni meira en við höfum oft gert, allavega hvort sem að verði eða ekki, þá er það góð leið, góð bending, því að fyrirgefningin er bara lykill. Fyrirgefningin er lykill að betra lífi, og þetta viðurkenna allir. Það þarf ekkert að ræða neitt mikið þessi mál. Annað er síðan hvernig við afgreiðum þetta frá okkur. Og það er hluti að vanda heimsins, bara hefur verið allar götur, að menn hafi ekki viljað fyrirgefa. Sjáu þessi lönd sem að uppur í stríði, og það er stríð þarna og það er stríð, þetta er bara endurtekin stríð, alltaf einhver stríð. Oft er þetta ættflokkar að kljást. Af hverju? Þessi sem að réðst á núna fer illa með ættflokkin sem fyrir er, sem er tíð og tíma, og það er þetta hættir náttúrulega alltaf á milli, sem með tíð og tíma hugsar hinnum ekkert gott til glóðarinnar. Og svo einn dag þá rís hann upp og fer, vegna þess að það var ekki neina fyrirgefningu að ræða. Það getur vel verið að menn hafi skrifað upp undir eitthvað plagg sem að gerði frið, því að menn með tímanum náttúrulega fá alveg yfir sér nóg að því. En svo líður frá og það kemur friður á þetta mál, og þá fara menn og einhverjir að rísa upp og minnast þess hvað var farið svakalega illa með þá, og ég er ekkert að draga neitt dul yfir það, ég veit að það var gert. Og þeir halda á sumum höggva í sama knýrun og fá yfir sér sama. Þetta er hringa vitleysan sem er í gangi, vegna þess að það er aldrei gengið í það verk að fyrirgefa, og þarna kemur að hverjum og einum. Ég þarf að fyrirgefa, og ég með fyrirgefandi hjarta, eins og hjá öllum mönnum öðrum, er ekki að hugsa öðrum illt í huga. Þannig að fyrirgefningin er leið. Hún á alltaf við mig sem einstakling. Í öllum málum á fyrirgefningin við fyrir mig sem leið, en eitthvað sem ég þarf að gera. Þannig að við sjáum að máttur fyrirgefningarinnar er miklu, miklu meiri og merkilegri en við höfum nokkuð tíman, og eða gerum okkur svo rosalega illa grein fyrir. Það er svona kannski réttar orðið yfir það. En þetta er fullgild leið. Og ef þú spyrir Drottin þetta, hvað myndi að segja? Fyrirgefðu. Þá væri ég kannski Pétur með alveg svo til í að gera eitthvað, og svo ég spyr, en hvað átt á ég að fyrirgefa honum? Svo sem 7 sinnum. En Kristur náttúrulega hendir þessu allu út og segir, ekki segja þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Það var nú svarið sem hann fekk. Með öðrum orðum, fyrirgefðu bara. Og fyrirgefðu svo aftur. Því að það að fyrirgefa, ef þú skilur hvað það er að fyrirgefa, þá sérðu að þetta er leiðin. Ekki hvað oft þú hefur fyrirgefa honum. Ég er nú búin að vera að fyrirgefa þér núna í 70 sinnum, má ég að fyrirgefa þér einu sinni enn. Ef að Kristur, ef þú spyrir hann að, þá segir já, þú átt að gera það. Þannig við sjáum að við þurfum að skilja fyrirgefninguna, en hún er lykill. Breytir ekki heldur því að hún er stór og mikill lykill. Þetta er eitt af því sem heiminum vantar, og að þeim fyrirgefur ekki, þá er hann að tapa út svo mörgu
sem gott og göfugt og gilt og allir hjarta sinu viðurkenna, en sem bara búin að gleyma núna því að það svo langt síðan sumt af þessu fór að yngri kynslóðan, hún veit ekki einu sinni af því þetta af einu sinni verið, en við sem eldri erum getum vel mynd á að við upplifum þetta sem góð og göfug gildi, góð fyrir heimilin, góð fyrir einstaklingana, góð fyrir fjölskylduna og samlífið í fjölskyldunni, góð að svo mörgu leiti, en þetta allt saman meira og minna farið. Svo bætist ofan í þetta fyrirgefningarleysi sem nú ekki besti kosturinn í stöðinni, og þess vegna öll þessi ólga. Og við erum með alls konar leiðir til þess að stemma stigu við þessu. En okkur gengur það ekki vel og við sjáum það bara á ástandinu, af því að við erum að tala í raun og veru hjartað mitt. Og það þarf að vitkast, og það getur vitkast í gegnum orð Guðs. Og þú sem hefur trú, átt til trú, heilagan anda, ert því án afsökunar ef þú ferð ekki þessa leiðir. Og þú sem kristinn maður og ég hef val. Ég veit leið fyrirgefningarinnar, en ég vel hvort ég fer hana eða ekki, en það vilji Guðs að ég fara hana. Ekki segi þér Pétur minn 77 sinnum, heldur 70 sinnum 7, og reiknaði það. Ég held að við komumst að þeirri niðurstöðu að Kristus sé að segja, bara fyrirgefðu. Þess vegna út í hið óendanlega. Og þegar maður með þetta hugafar uppi, þá býr engin rót í hjartanu sem etur manni út í einhvað sem maður veit, eða ætti að vita, endar bara með skelfingu. Ég sjáum með þess að blessuðu ættflokka þegar þeir eru að herja, og það alltaf einhvað svolítið í gangi. Ekkert nema sorg og sút í þessum ættflokkum. Ekkert annað. Lausnin ekki þar, og þetta eitt af því sem við ættum nú auðvitað að hafa lært, en lærum ekki. Veistu af hverju við lærum það ekki? Vegna þess að Kristur hafður fyrir utan, og illa aflið bara með þetta eins og að leggur sig. Við getum alveg lofað þér því að þar finnur þau engan sáttatón í einu eða neinu. Sáttatóninn, hann liggur í orði Guðs. Og þess vegna hvílir á mér ábyrgð sem kristnum manni, trúuðum manni, frelsuðum manni, að segja frá því sem Drottinn vill að heyrist. Hann mun alltaf tala síðastur inn í öll þessi mál. Þess vegna getur við alltaf ekki verið fólki sem veitist á öðru fólki, í Jesú nafni. En það kominn tíminn á þetta, sé ég, og Konráð Rúnar fyrir þessum kveður og óskar okkur öllum gleðilegs nýs árs.